Komið sæl, ég heiti Indriði Ingi Stefánsson og með mér Ólafur Þ. Harðarson og við ætlum að sitja hérna og tala pínlítið íslenska kosningakerfið sem fyrir mörgum hefur verið torskilið og virkað eins og svartigaldur. Í því eru tvíþætt úthlutun í kerfinu, annars vegar úthlutað kjördæmakjörnum þingmönnum og síðan uppbótarþingmönnum. Og svo það spurningar eins og af hverju þessi þingmaður 8. þingmaður en ekki 5. hvers kjördæmis. En við ætlum að byrja að horfa á nokkuð stutt myndbönd sem að útskýra kerfið aðeins. Gjörðu svo vel. Úthlutun kjördæmakjörna þingmanna með aðferðinni. Aðferðin hefur verið notuð lengi og hefur verið kennd við bæði Thomas Jefferson og Victor Dont og hefur verið notuð lengi og víða. Við notum útkomutölur sem byggja á atkvæðafjölda deilt með þingmannafjölda og breytist útkomutala framboðs þegar við bætist þingmaður. Fyrsti þingmaður sem úthlutað verður fyrsti þingmaður kjördæmisins og koll af kolli. Tökum dæmi. Úthlutum þingmönnum með við greiningu Gallup fyrir júní 2021 í suðvestur. Tölurnar sem rauðar eru tölur sem ekki á bak við þingsæti. Tölur byggja á prósentum og miðast við kjörskrá 2020. Þar sem Sjálfstæðisflokkur hefur flest atkvæði í kjördæminu, hlýtur hann fyrsta þingmanninn. Þrátt fyrir að við deilum með 2 í atkvæðafjöldan Sjálfstæðisflokkur enn með hæstu töluna og fær líka annan þingmann kjördæmisins. Þá Viðreisn með hæstu útkomutöluna og fær fyrir vikið 3. þingmann kjördæmisins. Við höldum áfram og Vinstri græn fá 4. Píratar fá 5. Sjálfstæðisflokkur 7. Samfylkingin 7. Sjálfstæðisflokkurinn 8. Framsókn 9. Viðreisn 10. og 11. og síðasta kjördæmakjörna þingmanninn fá Vinstri græn. Samantekt. Aðferðin notuð víða og hefur verið notuð lengi. Notaðar eru útkomutölur sem eru fundnar með því að deila í fjölda atkvæða með fjölda úthlutaðra þingmanna plus 1. Það skiptir meira máli í hvaða sæti flokkur frekar en fjölda atkvæða eða prósentur. Halda þarf utan 2 útkomutölur til viðbótar til hugsanlegrar úthlutunar jöfnunarsæta. Miklu getur munað á atkvæðafjölda flokka sem fá 1 þingmann. Það jafnað með jöfnunarsætum. Úthlutun jöfnunarþingsæta samkvæmt íslenskum kosningalögum. Hvers vegna þarf að úthluta jöfnunarsætum? Flokkar geta fengið mjög mismarga þingmenn miðað við fjölda atkvæða vegna þess hvernig úthlutun kjördæmakjörna þingmanna útfærð. Til að leiðrétta það ójafnvægi notastu jöfnunarþingmenn. Þannig þeim ekki úthlutað miðað við atkvæðavægi í kjördæminu, heldur til að jafna atkvæðavægi milli þeirra flokka sem hljóta 5% eða fleiri atkvæði á landsvísu. Tökum dæmi. Úthlutum jöfnunarþingmönnum miðað við greiningu Gallup fyrir 1. ársfjórðung 2021. Rauðar tölur án uppbótarþingmanna, feitletrað úthlutanir. Hæstu útkomutöluna 4.727 hefur miðflokkurinn og fær þá fyrsta uppbótarþingmanninn. Miðflokkurinn var næst því að ná inn þingmann í suðvestur og fær því 12. þingmann suðvestur. Næst Viðreisn með 4.572 og fær 8. þingmann norðvestur. Svo Sósíalistaflokkurinn með 4.535 og fær 10. þingmann Reykjavík suður. Næst Samfylkingin með 4.157, þar sem búið að úthluta þingmanni í norðvestur, fær Samfylkingin 10. þingmann Reykjavík norður. Svo Píratar með 10. þingmannin í suður, næst Viðreisn með 11. þingmann Reykjavík suður. Næst Sjálfstæðisflokkur, þar sem hvorki norðvestur, suður né Reykjavík suður eiga eftir uppbótarþingmenn, fær Sjálfstæðisflokkurinn 13. þingmann suðvestur. Næst fær miðflokkurinn 10. þingmann norðaustur. Að lokum fá Píratar síðasta uppbótarþingmanninn sem 11. þingmaður Reykjavík norður. Samantekt.
Jöfnunarþingmenn eru til að jafna atkvæðahlutfall þingmanna. Einungis framboð með 5% eiga möguleika á jöfnunarþingmönnum. Sé flokkur að fá marga jöfnunarþingmenn, getur það leitt til að aðrir flokkar fái sína jöfnunarþingmenn í kjördæmum þar sem stuðningur er hugsanlega minni. Næst skoðum við greiningu á veikleikum kerfisins og hvað ef greiningar. Veikleikar DONT og hvað ef greiningar. Kerfið hentar illa til að úthluta fáum þingsætum. Tökum Norðvestur sem dæmi. Ef við færum 3% frá öllum flokkum yfir á sjálfstæðisflokk, þannig að sjálfstæðisflokkur fengi 45% atkvæða, fengi sjálfstæðisflokkurinn 5 af 7 þingmönnum. Þannig fengi 9.874 kjósendur 5 þingmenn. Ef við fækkum þingmönnum í Norðvestur, er líklegt að það komi helst niður á minni flokkum og sennilega heldur sjálfstæðisflokkurinn því að hafa 2 þingmenn. Of fáir uppbótarþingmenn geta verið til vandræða. Þegar atkvæðavægi er skakt og nokkuð margir flokkar treysta á uppbótarþingmenn, getur verið að ekki verði hægt að leiðrétta atkvæðavægi. Ef margir flokkar treysta á uppbótarþingmenn, getur verið að ekki verði hægt að leiðrétta alla og sumir flokkar verði með mun fleiri atkvæði á bakvið hvert þingsæti. Hvað ef atkvæðum væri jafnt dreift? Suðvestur væri með 17 þingmenn, Reykjavík norður og suður 11, suður 10, norðaustur 8 og norðvestur 6. Hér sjáum við einmitt að við það að fækka þingmennum í Norðvestur heldur sjálfstæðisflokkurinn sínum þingmönnum. Aðra breytingar eru fyrirsjáanlegar, þar sem flokkar með þingstyrk í Suðvestur bæta við sig þar. Heildar þingmannafjöldi breytist hins vegar ekki milli framboða. Hvað ef við notum regluna 1-3-5? Þá telur hver þingmaður tvöfalt við úthlutun þingsæta. Hérna dregur úr vægi þess að hafa mikið af atkvæðum og þingmenn dreifast jafnmör landið og minna verður að flokkar séu að fá marga þingmenn í kjördæmum. Til dæmis fær Framsókn þingmenn í báðum Reykjavíkurkjördæmum. En að bæta við þingmönnum frekarna jafna. Við myndum bæta þingmönnum við önnur kjördæmi en Norðvestur og enda með 99. Reykjavík norður, Reykjavík suður væri með 18, Suðvestur 28, suður 15, Norðaustur 12 og Norðvestur 8. Reykjavík norður, Reykjavík suður og Suðvestur með 6 uppbótarþingmenn en hin með 2. Hér náið að viðhalda jafnvægin í þingmannafjöldanum og hver flokkur fær líka hlutfall þingmanna í mjög miklu samræmi við atkvæðahlutfallið. Hvað ef við aukum samkeppni uppbótarþingmenn? Ef við lækkum viðmiðið í 4%, þá fær flokkur fólksins úthlutað uppbótarþingmönnum. Hlutfall er fjölda atkvæða fyrir hvern þingmann. Hérna sést að 5% gerir það verkum að rúmlega 10.000 kjósendur fá enga fulltrúa og fulltrúum kjósenda bak við hvern þingmann verður mjög breytilegur hjá framboðum. Ef þessi mynd öktu ykkur spurningar þá endilega setja þær hérna inn í spjallið til hliðar. En nú langar mig að spyrja. Nú erum við að nota sama kerfi við úthlutun í sveitarstjórnum. Oft eru framboðan á margfalt fleiri fulltrúum en með við hlutfall atkvæða. Ætti að taka upp aðra aðferð líkt og sendlag með 1-3-5 eða hreinlega bara eitthvað allt annað? Já, við höfum lengi notað DONT-regluna bæði í sveitarstjórnarkosningum og í alþingiskosningum. Á Norðurlöndunum er hins vegar víða notað sendlag úr sem hún nefnir, stundum kallað oddatöluaðferðin, deilt með 1, 3 og 5 og megin munurinn á þessum 2 aðferðum er sá að, eins og kom fram í bandinu, að DONT-reglan hyglir stórum flokkum en sendlag úr-reglan gerir það í mun minna mæli. Það kom til dæmis glögglega fram og það gerðist oft mann ég í Norðurlandi vestra í gamla kerfinu að Framsóknarflokkurinn þá var að fá kannski 40, kannski ríflega 40% atkvæða og fékk 3 þingmenn af 5. Þannig að meiri hluti kjósendana, milli 50 og 60%,
fengu bara 2. Þetta er kannski helsti galli dómkerfisins. Það hefur verið andstæða á Íslandi við að taka upp Sainte-Lagoux-kerfið, sérstaklega frá sjálfstæðismönnum. Og ég held að ástæðan sé aðalega sú að í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík þá hafði Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta áratugum saman frá 1930 til 1994, allan tíman nema 4 ár. Í mjög mörg þessara skipta fekk flokkurinn hins vegar ekki 50% atkvæða, hann var svolítið undir 50% en fekk alltaf hreinunum meirihluta vegna þess að D'Hondt-reglan var notuð. En ef að Sainte-Lagoux-reglan hefði verið notuð, þá hefði hann mist meirihlutan í kannski helmingi þeirra skipta sem að hann vann þegar hann var undir 50%. Já, þetta er svona, þetta hljómar ósanngjarnt að geta fengið meirihluta án þess að raunverulega ná meirihluta. Já, það finnst mörgum mjög ósanngjarnt að minnihluti kjósenda verði meirihluti fulltrúa. Það gerist í sumum kerfum, það er náttúrulega hvað grófast í Bretlandi þar sem að kannski 35-40% kjósenda fá 50-60% þingmanna í einmenningskjördæmakerfinu sem þar en sem betur fyrir nú langt síðan að nokkrum datt í hug eða setti fram í alvöru hugmyndir að taka aftur upp einmenningskjördæmi á Íslandi. Það er mjög ósanngjarnt kerfi. Já, ég tekur til það. En í ljósið þess hversu viðkvæmt kerfið er fyrir því að fækka fulltrúum, hvernig kemur þá út að fjölga þingmönnum frekar og koma þannig hugsanlega í veg fyrir ójafnvægi á atkvæðum? Já, það kemur alveg til greina. Það er að vísu sennilega frekar óvinsælt að fjölga þingmönnum, þó við höfum nú ekki beinlínis gögn það. Sumir tala að fækka þingmönnum. Ég held að það sé mjög óraunhæf hugmynd því að það er erfitt að starfrækja almennlega þing með minna en 63 þingmönnum. Það þarf að manna nefndir. Það er heilmikið alþjóðastarf sem að þingmenn þurfa að taka þátt í og þar með götunum, þannig að ég held að það sé ekki raunhæft að fækka. Það væri auðvitað hægt að fjölga þingmönnum og þá væri í sjálfu sér auðveldara að ná fullu jafnvægi milli flokkana. Hins vegar er rétt að undirstrika að það þarf ekkert að fjölga þingmönnum frá því sem nú er til þess að ná bæði fullu jafnvægi milli flokka og fullu jafnvægi milli landshluta. Þar er það bara viljan sem hefur skort og kannski rétt að bæta við að það var hér lengi þannig að það var gríðarlegt misvægi milli atkvæða hlutfalls flokks á landsvísu og þingmannatölunar. Lengst gekk þetta í kosningunum 1931 þegar að Framsóknarflokkurinn fékk 35-6% atkvæða en meiri hluta þingmannanna sem kosin var. Sjálfstæðisflokkurinn í þeim kosningum fékk, ef ég man rétt, tæplega milli 45 og 50% atkvæða en miklu færri þingmenn. Þetta misvægi var í rauninni lagað með breytingum sem tóku gildi 1987 og þá voru í fyrsta skipti allir flokkar sammála það að í prinsippinu ætti að vera jafnt vægi atkvæða milli flokka. Og þetta gekk til 2013 en í kosningunum 2013, 2016 og 2017 tókst þetta ekki. Það fekk öll þessi 3 skipti fekk einn flokkur aukamann, einum manni of mikið og þetta hefur ekki verið leiðrétt. Það er hægt að leiðrétta þetta með einföldum breytingum og kosningalögunum en þingmenn hafa ekki viljað ganga í þá leiðréttingu, jafnvel þó að enginn kannist við, mér vitanlega, að það sé æskilegt að það sé misvægi milli flokka. Hins vegar hefur verið mun meiri ágreiningur jafnt vægi atkvæða eftir búsetu. Það misvægi var lengi gríðarlegt á Íslandi þegar að í fyrstu kosningunum 1844 þá voru sýslurnar kjördæmi og þá var öll kjördæmi fengu 1 þingmann en það var 11-faldur munur á fámennasta og fjölmennasta kjördæminu.
Danir vildu nú svona laga þetta en Íslendingar vildu halda í sitt misvægi. Alla 20. öldina voru menn svo að leiðrétta þetta misvægi eftir búsetu. Það kom í pörtum og í rauninni var nú kannski aðal breytingin á 20. öldinni svo að það var lagað jafnvægi milli flokka en jafnvægi milli búsetu hélt samt sem áður áfram gríðarlega sterkt. Það þýddi að flokkarnir fengu í rauninni þingmenn í hlutfalli við atkvæðatöluna en inn í hverjum þingflokki voru miklu fleiri þingmenn af landsbyggðinni heldur en hefðu átt að vera ef að jafnt hefði verið skipt. Akkurat. Svo hafa nú margir veltið fyrir sér af hverju ekki bara verið með eitt kjördæmi. Nú landið á Íslandi búið 370.000. Í flestum löndum væri þetta bara eitt kjördæmi. Já, og sums staðar bara einmenniskjördæmi. Það eru rök bæði með og móti því að hafa landið sem eitt kjördæmi. Ég held að megin rökin sem að talin eru með því að hafa það eitt kjördæmi er að þá er vægi atkvæða algjörlega jafnt. Og það þarf í sjálfu sér ekki að vera minni jöfnunarsæti eða þess áttar. Það er líka, sumir telja það líka kost við það að hafa landið eitt kjördæmi að þá sé líklegt að kjördæma pot eða hrepparígur minnki. Gallinn við það að hafa landið eitt kjördæmi telja menn nú kannski aðalega að vera þá að menn séu nú jafnvel þó að landið sé tiltölulega lítið þá séu menn svona bundnir tiltölulega sterkum böndum við sína átthaga, séu austfirðingar eða vestfirðingar eða strandamenn eða hvað það nú er og að það sé kostur að þessi svæði séu trygg með að hafa einhverja fulltrúa í þinginu. Ef landið er eitt kjördæmi þá getur útkoman orðið svo að til að mynda allir eða eiginlega allir þingmennir kæmu til dæmis hér af höfuðborgarsvæðinu sem er fjölmennast. Að vísu gætu flokkarnir komið í veg fyrir það með því að stilla upp listunum sínum þannig að það sé svipað hlutfall á listunum, í vonarsætum á listunum eins og kjósendafjöldin er á ólíkum svæðum landsins en það eru bara algjörlega flokkarnir sem þá réðu þessu. Við höfðum landið eitt kjördæmi í stjórnlagaráðskosningunum 2010. Þá voru að vísu engir listar, það voru bara 523 einstaklingar í framboði og 25 þeirra voru kosnir á stjórnlagaþingi. Þetta var svolítið fyrirkomulags í áttina því sem bara venjulega er í prófkjörum. Þú ert bara að velja á milli einstaklinga þarna í 25 efstu sætin. Niðurstaðan í þessum kosningum var svo að af þessum 25 fulltrúum þá reyndust bara 2 hafa búsetu á landsbyggðinni. Annar kom frá Akureyri og hinn kom úr Þingeyjarsveit. Þannig að þetta er hlutur sem að getur gerst ef að landið er eitt kjördæmi en það er hægt að koma í veg fyrir það ef að stjórnmálaflokkarnir svo kjósa. Akkurat, þetta er náttúrulega allt bara mannanna verk og spurningu hvernig þetta er útfært. En ef við myndum fara í uppskiptingar og myndum sameina líka hagsmuni, mögulega að skipta suðvestur í 2 kjördæmi og taka inn nokkur af nágrannasveitarfélögunum inn í þau 2 kjördæmi og mögulega þá sameina Norðurland í 1 kjördæmi og halda Suðurlandinu eða jafnvel Norðurland, Suðurland og Austurland. Ég held nú sjálfur að það skipti ekki mjög miklu máli hversu mörg kjördæmin eru eða hvernig kjördæmamörkin eru dregin. Ef menn eru að búa til minni kjördæmi segjum að þá finnst mér bara eðlilegt að gera þetta alltaf svona í samræmi við óskir heimamanna. Það sem hins vegar skiptir meginmáli og eiginlega það eina sem að skiptir meginmáli fyrir mig og ég held fyrir lýðræðið er í fyrra lagi að kerfið bjóði upp á fullan jöfnuð
í vægi atkvæða milli stjórnmálaflokkana, þannig að það séu engir stjórnmálaflokkar að græða á kosningakerfinu. Þeir fái bara í réttur hlutfalli við fylgi sitt, og hitt sem ég held og hefur í vaxandi mæli komist að þá skoðun að það sé lykilatriði að það sé líka fullt jafnvægi eða jöfnuður eftir búsetum. Ekki þannig að atkvæði á einhverjum stöðum í landinu gildi margfalt. Reyndar hámarki núna í stjórnarskránni tvöfalt á við það sem að gildir annar staðar, en mér finnst, ég sé engin rök fyrir því að kjósandi á einum staði að hafa tvöfalt atkvæði á kjósanda á öðrum stað. Þannig að ég get í rauninni samþykkt fjöldan allar kosningakerfum ef að þessi tvö skilyrði ef þeim fullnægt. Já, ég held að það sé alveg rétt að taka undir það. Það aðalatriðið einmitt að fólk fái sína fulltrúa og það hefur gætt jafnræðis milli flokka og kjósenda. Ef við kannski farið inn að spurningu frá áhörfendum. Rúnar spyr, þetta svo flókið, hvers vegna ekki bara styðjast við atkvæðafjölda, punktur? Já, það náttúrulega stuðst við atkvæðafjölda. Það náttúrulega stuðst við atkvæðafjölda, og í rauninni ef að menn að biðja einfaldasta kerfið, þá náttúrulega einfaldasta kerfið það að vera bara með landið sem eitt kjördæmi, og þá bara deilt í atkvæðatölurnar til þess að úthluta þessum 63 þingmönnum. Það væri lang einfaldast, og eins og ég nefndi áðan hefur ýmsa kosti. Ástæðan fyrir því að menn hafi ekki vilja fara í þannig kerfi, og í rauninni man ég bara eftir 2 kerfum þar sem að þingsætunum úthlutað bara á grundvelli landsúrslita, og það í Ísrael og í Hollandi, en í öllum öðrum löndum hafa menn kosið að vera með flóknara kerfi og af ýmsum ástæðum. Svo ein vangavelta, nú mikil formfest á Alþingi, gæti verið skynsamlegra að skipta upp í 2 þingdeildir og vera með eina róttækari deild og síðan efri deild með meiri formfestu? Ég hef nú ekki mikla trú á því. Þessi hugmynd í rauninni 19. aldar hugmyndin, þar sem að þingin voru svona. Á Íslandi var þingið í 2 deildum frá 1874 til 1991, en það var kosið með sama hætti til beggja deildana alveg eftir 1915, því að áður voru 6 konungkjörnir þingmenn í efri deildinu, og þá var hún svolítið svona íhaldsamri deild eins og þarna talaðum. Ég held að það hefur verið mikið framfaraskref að fara í eina deild 1991. Þetta gerðu líka til að mynda Svíar og Danir, sem að áður voru með 2 deildir en núna með eina deild í þinginu. Akkurat. Eiríkur spyr, eru við með nógu marga þingmenn til að réttlæta dont úthlutun í svona mörgum kjördæmum? Ég held að það sé megi svara þessu þannig að dontreglan notuð bæði í kjördæmunum og líka til þess að finna út hver flokkur eigi að fá mörg jöfnunarsæti eða uppbúða þingmenn. Og þegar við erum komið með 63 þingmenn, þegar við erum út úr jöfnunarsætunum, þá dugar dontreglan alveg sæmilega. Þegar fjöldin er orðin það mikil að þá skekkir hún ekki mikið að minnsta kosti. Hins vegar í litlum kjördæmum eins og við nefndum áðan, miklu gallar á því að nota dontregluna. Það væri að mörgu leyti miklu eðlilegra að nota Sainte-Laguë-regluna. Við fengjum svona eðlilegri dreifingu, en eins og ég nefndi það hefur ekki verið samkomulag það. En þetta vissulega vandamál með lítil kjördæmi, ef við erum með mjög fámenn kjördæmi, kannski 2-3 manna kjördæmi. Ég var til dæmis að skoða það ef að Austurland, nú hafa menn verið að tala að Austurland sérstakt kjördæmi því að þaðan hefur þingmönnum fækkað. Í 1999 í síðustu kosningurum í gamla kerfinu höfðu Austfirðingar 5 þingmenn,
Núna eftir þessar kosningar gætu þeir fengið engan, kannski 1 eða 2. Ég sló á það hvað ef að Austfirðirnir eða Austurlandið er sérstakt kjördæmi, hvað þeir ættu að fá marga þingmenn miðað við hlutfall kjósenda, og mér sýndist það að vera svona í kringum 2 þingmenn. Þannig að ef þú er bara með 2 þingmenn í kjördæmi þá er það bara 1 eða 2 flokkar sem þú fá báða þingmennina. Og það getur komið, þá getur mjög skakka dreifingu með atkvæðafjölda. Já, hún getur verið mjög skökk, þar að segja innan kjördæmisins. Þetta getur verið í lagi á landsvísu ef jöfnunarsveitin er nógu mörg, en sko ef þú er bara með 2 þingmenn og það eru bara 2 flokkar sem að fá báða þingmennina, að þá getum við auðvitað verið með 70-80% kjósandi í þessu kjördæmi sem ættu engan þingmann. Hér er spurt, hvernig er ákvörðun tekin hvaða kosningakerfi skuli stuðst við? Er það ákveðið með lögum? Þetta var þannig, sko, að þetta var eiginlega hér á 19. öldinni, að þá var eiginlega, sko, voru flesta ákveðið kosningakerfi bara í einföldum lögum. Og það verður að hafa kosningakerfið bundið í lög. Við breytingar sem voru gerðar 1900, sem fyrst var kosið eftir 1933, þegar voru tekin upp jöfnunarsæti og kerfi stokkað upp, það var eftir þennan mikla kosningasigur Framsóknarmanna 1931 sem ég nefndi áðan, að við þá breytingu var hins vegar nánast öllum smáatriðum í kosningakerfinu, þau voru sett inn í stjórnarskrána. Og af hverju var það gert? Vegna þess að það er erfiðar að breyta stjórnarskráni heldur venjulegum lögum. Þannig að það að setja þetta allt inn í stjórnarskrána var í rauninni trygging fyrir Framsóknarflokkin að það væri erfiðara að gera frekari breytingar í átt til jöfnunar. Og þannig var þetta að það þurfti alltaf að breyta stjórnarskráni eða átt að breyta einhverjum smáatriðum í kosningakerfinu alveg til 1999. Þá var nefnilega gerð mjög merkileg breyting á stjórnarskráni, og hún felur það í sér að í stjórnarskráni eru bara örfá grundvallaratriði kosningakerfið. Til dæmis að það skuli vera hlutfallskerfi, að kjördæmi skuli vera, ef ég man rétt, 5 til 7, og það er líka ákvæðið þar að til að fá jöfnunarsæti þá sé 5% þröskuldurinn. Annað, eins og til dæmis, hvað eiga margir þingmenn að vera í hverju kjördæmi, að þá er það bara ákveðið í kosningalögum, nema það verða reyndar að vera að minnsta kosti 6 þingmenn í hverju af núverandi kjördæmi. Það er hægt að breyta fjölda jöfnunarsæta og kjördæmakjörnarsæta. Þannig að bara með því að breyta kosningalögunum með einföldum meirihluta er hægt að tryggja fullkomi jafnræði milli flokka og fullkomi jafnræði milli eftir landshlutum ef menn svo vilja. Það var meiri segja, sko, átti nú að setja eina hindrunin í viðbót inn í stjórnarskrána þegar þessu var breytt 99 að tilteknar breytingar á kosningakerfinu þurfti að fá 2/3 meirihluta á Alþingi til þess að komast í gegn, og það var gert vegna þess að eftir breytingarna 99 þá gerðist það í fyrsta skipti að hinn mikli meirihluti kjósenda sem bjó hérna á suðvesturhorninu, hann fekk í fyrsta skipti meirihluta þingmanna, og menn sáu, heyrðu, ef þetta er bara í kosningalögunum þá geta þeir bara breytt þessu enn meira. Þannig að það var sett þetta 2/3 ákvæði inn, en þegar maður fyrir að skoða kosningalögin þá kemur í ljós að þetta atkvæði 2/3 gildir ekki þingmannafjöldan og jöfnunarsætin, þannig að einfaldur meirihluti í þinginu getur einfaldlega fullkomlega jafnað bæði eftir búsetu og líka eftir stjórnmálaflokkum. En núverandi meirihluti á þinginu, núverandi ríkisstjórnarflokkar, þeir felldu tillögur þetta núna skömmu fyrir þinglok, reynda tillögur sem komu, ef ég man rétt, frá Pírötum og Samfylkingunni, og það voru líka tillögur frá Viðreisn sem gengu í þessu
sömu átt. En þetta er hægt að gera og ég hef satt að segja ekki skilið í því hvers vegna þetta hefur ekki verið gert þegar allir segja það minnst hvort þið vera sammála að jafna eftir flokkum. Ég er ekkit endilega að segja að það hefði verið rétt að samþykkja þá útfærslu sem að Píratarnir eða Samfylkingin eða Viðreisn lögðu til, en það er margar aðrar útfærslur sem að ganga í sömu áttina og tryggja þennan jöfnuð eftir flokkum og eftir búsetu, að það hefði verið mjög auðvelt að hanna þannig kerfi. Og væntanlega þá þetta bara breyta tillögunum eða leggja fram sínir eigin. Algjörlega, það var bara engin vilji til þess og það kom í ljós strax árið 2013 að jöfnunarsætin sem að eru núna 9 en voru 13 áður að þau dugðu ekki til að jafna milli flokka því að þá fékk Framsóknarflokkurinn aukamann og Sjálfstæðisflokkurinn 2016 og Framsóknarflokkurinn aftur 2017. Þannig að strax 2013 bentu menn á þetta, en það var ekkert gert og í rauninni finnst mér það gjörsamlega óskiljanlegt. Sammála því. Hérna spyr Rúnar, ef Ólafur fengi að ráða, hvernig myndi hann teikna upp kjördæmin? Og mér langar að bæta við spurninguna og eftir hvaða kerfi ætti að kjósa. Þetta eru nú góðar spurningar. Ég er nú sem betur fyrir ekki í þeirri aðstöðu að ráða. Ég gæti prýðilega sætt mig við kjördæmi sem væru í bara svipuð og núna. Það mætti fækka þeim, það mætti fjölga þeim mín vegna, en mér finnst það ekki vera lykilatriði eins og ég nefndi hér áðan. Akkurat. Eini preferens minn í þessu máli hefur lengi verið svo að ég bý núna í Hlíðunum og ég hef verið talsmaður þess að vilja að gjarnan að það yrði endurdregin kjördæmamörk hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig að Hlíðarnar yrðu í kjördæmi með Hafnarfirði, en það hefur nú ekki fengið mikinn hljómgrunn. Já, ég held að það er mjög áhugaverð tilhugsun. Mér langaði líka að spyrja, nú er óvenju stutt milli kosninga. Það er að segja að það er kosið til sveitarstjórna bara strax næsta vor. Er það líklega til að hafa mikil áhrif? Það held ég ekki. Það stundum voru sveitarstjórnarkosningar sama árið og alþingiskosningar og ég hugsa það megi til dæmis færa rök fyrir því að 1978 þegar að meirihluti sjálfstæðismanna féll í borginni í sveitarstjórnarkosningum og stjórn Geirs Hallgrímssonar féll í þingkosningunum, að þá hafi svona bylgja gegn ríkisstjórnarflokkum þess tíma Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks haft áhrif bæði í sveitarstjórnarkosningunum og alþingiskosningunum, en ég á ekki von á að 1 ár eða sem það séu sem sé 1 ár á milli í staðinn fyrir 2 að það breyti neinu. Einmitt. Hér spyr Einar, hvaða rök eru fyrir ójöfnu vægi atkvæða í Noregi og í USA þar sem DSC sem er svæðið kringum höfuðborgina hefur engan fulltrúa í öldungadeildinni? Sko, rökin fyrir því að í Noregi sé ójafnt atkvæðavægi eru í rauninni byggðarsjónarmiðum, að það þurfi að vernda dreifðar byggðir. Atkvæðavægið, ójafna atkvæðavægið í Noregi hefur hins vegar, sko, mesta ójafnvægið hefur verið fólgið í því að Finnmörk, sem er nyrst, hefur verið með of marga fulltrúa. En ef ég man rétt, eru það 4 fulltrúar af 150 þingmönnum eða hvað þeir nú eru margir, þannig að í heildina tekið skiptir það ekki mjög miklu máli, en það í rauninni samskonar rök eins og hafa verið notuð hér fyrir ójöfnu vægi eða misjöfnu vægi atkvæða. Hins vegar þá er kerfið í Bandaríkjunum allt öðruvísi. Þar er nú í fyrsta lagi einmenningskjördæmakerfi og í einmenningskjördæmakerfi þá getur fulltrúafjöldin verið mjög
í mjög litlu samræmi við atkvæðafjöldan, en það gerist hins vegar í reyndinni miklu frekar í Bretlandi heldur en í Bandaríkjunum, þó að það geti auðveldlega gerst í Bandaríkjunum að sá flokkur sem á landsvísu fær til dæmis fleiri atkvæði í kosningum til fulltrúadeildarinnar að hann fái meirihluta þingmanna þar, eða segja meirihlutin verði minnihluti og öfugt. Hins vegar er misvægið en hins vegar er fjölda fulltrúadeildar þingmanna í Bandaríkjunum breytt á 10 ára fresti í samræmi við breytingar á manntölum. Þannig að fjöldi fulltrúa hvers ríkis í Bandaríkjunum, ríkis eða fylkis í Bandaríkjunum, fjöldi fulltrúadeildar þingmannana er í góðu samræmi við kjósendafjöldan í fylkinu, þannig að fámennasta fylkið er með 1 fulltrúa en Kalifornía með tæplega 60. Í öldungadeildinni þá fá öll fylkin, hvort sem þau eru stóra eða lítil, 2 fulltrúa, sem þýðir að þar er gríðarlegur munur. Þetta á sér sögulegar rætur og eiginlega gengur út frá því að í upphafi voru Bandaríkin ekki sambandsríki eins og þau eru núna, heldur miklu nær því að vera ríkjasamband, þar sem að fullveldið var í rauninni hjá einstökum fylkjum frekar heldur en hjá alríkinu. En þetta hins vegar hefur orðið kannski alvarlegri skekkja seinni árin þegar að repúblikanarnir eru miklu sterkari í fámennari fylkjunum en demokratarnir miklu sterkari í flestum fjölmennu fylkjunum, og það þýðir þá að í öldungadeildinni er það mikill minnihluti kjósenda í öllu landinu sem að getur kosið meirihlutan í öldungadeildinni, og öldungadeildin getur stoppað þingmál og þar að auki verður hún að samþykkja til dæmis útnefningar dómara, hæstaréttardómara, þannig að þetta býr ekki bara til skekkju eftir landsvæðum heldur í rauninni líka til mjög alvarlega skekkju eftir flokkum. Þarna var sérstaklega nefnt Washington DC. Þeir hafa ekki fengið að vera sérstakt fylki eða ríki og þess vegna hafa þeir enga öldungadeildarþingmenn. En eitt af því sem demokratarnir hafa verið að ræða núna undanfari til þess að reyna að laga aðeins þessa skekkju varðandi kosningarnar til öldungadeildarinnar er að gera DC að sérstöku fylki, og þá mundi það fylki fá 2 öldungadeildarþingmenn eins og hin, og í Washington DC er alveg klárt að demokratar vinna alltaf þessa áratugina að minnsta kosti. Einmitt, og náttúrulega kannski upphæfið eru Bandaríkin 13 og það er þá helst þarna á norðausturströndinni og fámennari fylkin eins og Norður- og Suður-Dakota og Montana og Wyoming. Þetta er allt fylki sem að koma seinna inn í sambandi sem kannski þá brjóta pínlítið módel sem er lagt upp með. Ég langaði að spyrja líka, og við erum svo búin að komast inn á þetta, í ljósi þess hversu margir flokkar treysta orðið á uppbótarþingmenn, þyrfti ekki að fjölga uppbótarþingmönnum, hugsanlega hafa 6 kjördæmakjörna í hverju kjördæmi og afganginn hafa uppbótarþingmenn. Þá þyrfti kannski að á sama tíma breyta 5% viðmiðinu þar sem að þetta myndi minnka möguleika minni framboða á að ná inn kjördæmakjörnum. Já, það er býtu hver var aftur spurningin? Að fjölga uppbótarþingmönnum. Já, það er náttúrulega bara til þess að ná jöfnu vægi atkvæða milli flokka í núverandi kerfi, þá hefur mér sýnst líklegt að með því að fjölga jöfnunarsætunum eða uppbótarsætunum bara úr 9, jafnvel bara í 13 eins og þau voru fyrir aldamót, en kannski upp í 15, 16. Ef þú væri komið með þann fjölda af jöfnunarsætum þá er minnst kosti ákvæmlega líklegt að það næði til þess að jafna milli allra flokkana sem að komast inn á þing. En ein af ástæðunum fyrir því að jöfnunarsætin 9 sem að dugðu 1987 til að jafna,
duga ekki lengur til þess að jafna einmitt það að það hafa komið til sem sé fleiri flokkar og við erum núna með 8 flokka á þingi og þeir gætu vel miðað við kannanir orðið 9 í haust og til þess að sýna þeim réttlæti þá þurfa jöfnunarsætin að vera fleiri. Akkurat, ekki spurning. Hér spyr Eiríkur á þessum nótum, myndi úthlutun þingsæta vera réttari ef öllum þingsætum væri úthlutað sem uppbóta þingsætum? Já, ef öllum þingsætum er úthlutað sem uppbóta þingsætum, það sem væri þá eftir, eða sem sé það sem er trikki þarna er að þegar við segjum að öllum þingsætum væri úthlutað sem uppbóta þingsætum, erum við þá að tala að landið sé eitt kjördæmi? Nei, í sjálfu sér myndi ég halda að það væri þá þannig að þú myndir bara ekki úthluta neinum kjördæmakjörnum, svo myndir þú bara fara að leiðrétta. Þú væri bara búin að ákveða til dæmis að í norðvestur ætti að vera 6 uppbótarþingmenn. Akkurat. Já, í rauninni þá, ég ekkert viss að það væri réttlátara, það myndi náttúrulega tryggja það að það væri jafnvægi milli flokka. Hins vegar gæti það hugsanlega haft þau áhrif inn í kjördæminu sem að reyndar gerist líka núna í einhverjum en fáum tilvikum að inn í kjördæminu getur frambjóðandi sem er með færri atkvæði á bak við sig, hann getur fengið þingsæti út af því hann er jöfnunarmaður, hann getur með sem sé færri atkvæði heldur en einhver annar frambjóðandi í kjördæminu sem kemst ekki inn og það finnst kannski einhverjum í viðkomandi kjördæmi súrt. Einmitt. Hér spyr Alenu, ef jafnt hlutfall atkvæða væri við vægi, hve marga þingmenn hefðu Píratar fengið á landsvísu í síðustu kosningum? Þetta er umverulega bara eitthvað sem þurft að reikna. Nei, sko það er, ég veit svarið nokkurn veginn, það er nánast örugt að Píratar hefðu fengið sömu þingmannatölu eins og þeir fengu síðast. Það eina sem hefði verið breyst ef að það væri jafnt hlutfall atkvæða milli flokka, þá hefði Framsóknarflokkurinn mist einn þingmann og ég er ekki alveg vissum til hvaða flokks hann hefði farið, en mér þykir mjög líklegt að hann hefði farið til Samfylkingarinnar vegna þess að í síðustu kosningum var Samfylkingin með sko dálítið fleiri atkvæði heldur en Framsóknarflokkurinn, en Framsóknarflokkurinn fékk einum þingmanni meira heldur en Samfylkingin. Já, væntanlega þá grundar þess að Framsóknarflokkurinn fær fyrst og fremst kjördæmakjörðaþingmenn. Já, hann í gamla daga gerði hann það alltaf og þá fékk hann aldrei jöfnunarsæti. En hins vegar í kerfinu sem var tekið upp 87, þá kom það fyrir í einhverjum kosningum í kringum aldamótin að hann fékk jöfnunarsæti og ég man hvað mér þótti þetta rosaleg tíðindi að meira sé að Framsóknarflokkurinn gæti fengið jöfnunarsæti, en núna eru það fyrst og fremst bæði við og kannski sérstaklega með við kannanir undanfarið, þá hefur maður séð að þeir flokkar sem að sko eru sterkastir í að fá mörg kjördæmasæti eru Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn sem að hafa verið að fá þá í þessum könnunum að minnsta kosti einn þingmann held ég bara í öllum kjördæmum sko, og nokkra þingmenn í sumum. Það er Framsóknarflokkurinn, hann ná ekki inn í Reykjavík? Já, reyndar, hann er í hættu í Reykjavík, það er alveg rétt. Ég var að hugsa meir um landsbyggðina. Hér er spurt, ætti að afnema 5% þröskuldin, þannig að við myndum bara útluta uppbótarþingmönnum til þess framboð sem ætti að fá hann miðað við atkvæðavægi. Já, þetta er mjög umdeilt atriði. Sko rökin fyrir því að vera með 5% þröskuld er í rauninni eru aðalega þau að það sé líklegt til þess að auka stöðugleiki þinginu og að ef að það sé engin þröskuldur þá verði óþægilega margir flokkar í þinginu og í rauninni þá eru
það eru mjög mörg lönd með einhverja svona þröskulda, þau sem að útluta jöfnunarsætum eru gjarnan með þröskulda eins og við, það er að segja atkvæði á landsvísu, 5% hjá okkur til dæmis, 4% í Svíþjóð, ekki nema 2% í Danmörku. Og það eru til lönd þar sem þar sem er engin þröskuldur. Í Hollandi þar sem 150 sætum er deilt í rauninni á alla flokka og án nokkurs þröskuldar, þá þarf ekki nema, og þetta er úthlutað öllu á landsvísu, að þá þarf ekki nema 0,67% atkvæða til þess að fá þingmann í Hollandi. Það er það lægsta sem ég þekki. Hins vegar í kerfum án jöfnunarsæta, og þá er kannski engin formlegur þröskuldur fyrir upp á 2%, 3%, 5% á landsvísu, en þá eru í rauninni innbyggðir þröskuldar inn í sjálfu kosningakerfinu og það ræðst af stærð kjördæma og alls konar þannig hlutum. Rökin fyrir þröskuldi eru sem sé þau að það er stundum talið auka stöðuleika. Rökin á móti þröskuldi eru fyrst og fremst þau að það sé ekki lýðræðislegt. Litlir flokkar eigi jafn mikið rétt á því eins og aðrir flokkar að fá inni á þinginu. Það getur skipt mjög miklu máli hvort þröskuldurinn er 2% eða 5%. Ég man til dæmis í kosningum fyrir nokkrum árum þá í Danmörku þá komust 10 flokkar inn á 2% reglunni. Ef þeir hefðu verið með íslensku reglunni 5%, þá hefðu 5 flokkar komist inn í þeim kosningum. Þannig að þó að munurinn virðist ekki mikið, getur hann skipt mjög miklu máli. Akkurat. Hér spyr Eiríkur, hvort er misvægið milli atkvæða og þingmannafjölda meira vegna úthlutunaraðferðar eða vegna fjölda þingmanna í kjördæmi? Ég er nú ekki alveg viss sem ég skilji þessa spurningu. Sem sagt, hvort að það sé, hvort að dómt valdi meira ójafnvægi eða vegna þess að það er ekki jafnt skipt í kjördæmin. Sem sagt, úthlutunarreglan sem við erum að nota, hvort að það sé hún sem valdi ójafninu frekar en ójafnt vægi milli atkvæðafjölda í kjördæminu. Ef ég skil þetta rétt, sko, þá getum við sagt eins og ég held ég hafi nefnt þegar, dómtreglan, hún veldur ekki að minnsta kosti neinu teljandi misvægi þegar við erum að úthluta jöfnunarsætum og við erum að tala 63 þingmenn. Í litlum kjördæmum veldur dómtreglan hins vegar verulegri skekkju í segjum 5 manna kjördæmi og hyglir bersýnilega sko stórum flokkum. Hér ætla ég að koma með eina spurningu líka. Ef þú mætti bara breyta einum þætti í úthlutun þingsæta, hvaða breyting myndi stuðla mestu samræmi milli fjölda þingmanna, framboða og vilja landsmanna? Fjölgun jöfnunarsæta. Hér er síðan Kristi Geir sem spyr, hver er skoðun fræðimannsins á 1, 2, 3, 4, 5 kerfinu? Ég gerir ráð fyrir að þessi átt við dómkerfið sem er notað hér, sko. Ég er nú búinn að svara því í rauninni, sko. Mér finnst að sérstaklega ef að verið er að kjósa tiltölulega að fá á fulltrúa, að þá séu mjög sterk rök fyrir því að nota frekar seintlega eða oddatölu aðferðina sem að hyglir ekki stórum flokkum eins og dómtaðferðin. En þegar að fulltrúafjöldin er orðin mjög stór, þá hættir dómt að hafa þessa skekkju í för með sér. Rétt. Hér er síðasta spurningin í dag. Hér spyr Sigurður, ef landið væri eitt kjördæmi, væri þá jöfnunarsæti milli flokka? Nei, þá þyrfti engin jöfnunarsæti. Þá þakka ég bara kærlega fyrir komuna og þakka ykkur sem horfðu á og kveða sinni.